Veistu, ég ætla ekki að taka þátt í New York marathoninu. Þrátt fyrir þennan frábæra tíma í Berlínarhlaupinu. Og hvað segir einkaþjálfarinn við því? Hann þetta skilur hvorki niður. En ég sagði föðurlega við hann, vinur minn, kominn tími til þess að hætta að hlaupa í ranga átt. Landróðurinn minn er alltaf nýbúnaður. Lakkið eins og járnstykki sem hefur fengið að hvíla í fullu kampavínsglasi yfir nótt. Það er gylt, drapplitað og silfrað. Allt í senn. Kona mín, svo nýja, er ung og efnileg. Hún hyggur á feril í sjónvarpi og ég hef ákveðið að standa við bakið á henni. Fyrrverandi kona mín er aftur á móti byrjuð með bókmenntaprófessor. Við hittust á og til á morgnana á hótel í bænum og elskumst á sama máta og þegar við kynntust fyrst. Þetta er eina leiðin til að viðhalda þeim neista sem samband okkar krefst. Fjárfestarnir eru búin að setja 80 milljónir punda inn í fasteignasjóð. Og það búið að stilla sig þannig upp að verktakarnir eru bara í startholum as we speak. Jonathan bara hringi mig í 5. skipti bara fyrir svona korteri að pressa á þetta. Og það... Túnfisksalat. Aron. Tala milljón bæki minn. Við erum búin að vera undirbúið þetta í 1,5 ár. Þú getur ekki verið að draga lappirnar svona á lokasprettu. Það er alveg sama hvað er í gangi. Það er alltaf hægt að treysta túnfisksalatið þitt bæki minn. Gamli refur. Og þessi tímamóti, það klukkan var að ganga 3 og sjeffinn og allir bara löngu fannir að sofa. Svo kík ég bak á húsið. Þá var löggan á leiðinu notabenni. Heyri, situr ekki okkar maður þar, alveg kviknakin, að lesa eldgamlan mokka. Og hvað sagði þú? Hvað sagði ég? Já. Ég sagði hann bara bent að grjóthalda kjafti. Ég elska ykkur, segi ég áður en ég borga reikninginn og brosi hóvaru og þöglu brosi framan í þá. Kallana sem tíminn hefur tekið misvel á. Enginn þeirra er einlegur. Ég, aftur á móti, ég er tær sem lind. Við flissum eins og unglingar og rifjum upp gömlu dagana. Dagana áður en ég tók fram úr. Þegar ég lá áfengisdauður í herberginu. Áður en ég fór að gera armbeigurnar. Áður en þau komu. Börnin mín, sem eru léttlynd og staðsett víðsvegar heiminn. Nema það yngsta, sem dó. Og minningin það, þegar ég hélt á líflausum skroknum og horfði í augu fyrrverandi konu minnar. Það er það eina sem stendur eftir. Komdu upp í rúm. Gerðu það fyrir mig.
Aron, í alvöru. Ætlarðu bara ekkert að díla við þetta og aldrei að tala um það? Aron! Tek það allt saman. Læt púður og vökva leka inn um mig og finn hvernig hausinn á mig verður volgur og augun köld. Konur, gleði, öskur og átök. Aron, þeir í London eru bara on hold í þessum tölu orðum. Þeir bara verða að fara að fá einhver svör. Þú þarft bara að segja við þá af eða á. Entertainment system fyrir milljónir. Vinkælir með innbyggðri LED-lýsingu, opp frá Miele. Rækjur, grillar og í kokteil, leður, skinn, sútuð og unnin, efni, fabrik, tvít, saumað og bróderað, handgert, allt. Listaverk, sum eftir fræga og erlenda vini mína, önnur eftir meistara Kristján Davís. En stofustásið stórt verk eftir Svavar Guðnason, sem ærir alla þá sem stari í það of lengi. Það eru litirnir. Segi við þá sem gráta. Norður í landi hópur smiða að byggja sumarhúsið mitt og eina bjarta sumarnótt nenni ég ekki að sofa heldur keyri til þeirra. Á miðri leið fer mér hrollur og þegar diskurinn í kræjunum klárast, grípur mig tónleikinn. En þegar ég renni í hlað sumarhússins, væri allt tilgang á ný. Það nýr dagur í Eyjafirði. Jæja, margblessaður. Blessaður. Jæja. Þeir hafa látið okkur bíða óþægilega lengi eftir klæðningunni, en hún komin, þá bara eftir að tollafgreiða. Já, láttu mig það. Þetta helvítis vargar þarna með öðru stundum að
byrsta sig við þessa drullusokka. Já, segðu. Annars erum við á plani. Nú? Ég sýnist þér ekki nenn að vinna. Hva, strákar? Er það sunnan? Strákar, þið haldið áfram með burðavirkið og krossviðinn. Við Aron kíkjum á eldhúsinnýtinguna. Það verður girneld og gegnheil. Ég nú hræddur það. Smurðið túnfyrir saman okkur áður en ég lagði í hann. Gjörðu svo vel. Vel séð. Herru, góðan að banni með það. Fáðu bjór. Takk. Herru, já, svo vorum búin að vera þarna á þessu sveitaballi. Ég veit ekki hversu lengi. Ískaldur á línuna, spænir og sag og sólin eins og glæsileg kona. Herru, alltaf, þarna var ég. Og ég horfði bara framan í helvitsmanninn. Með nema réttan og ég sagði við hann, við látum ekki hæða okkur í svona málum hér í Eyjafirðinum. Hvað, hvernig málum? Eða bara í öllum málum. Þakkaði kærlega. Jöfus vitleysa. Það rennur upp fyrir mér að þetta er stundin. Eina stundin sem gleður mig. Að þessi menn líti á mig sem félaga. Jafningja. Þetta er það eina sem ég vil. Og ef ég fæ það, þá má leggja mig sáttan við hlið barnsins sem fór. Og í öðrum heimi smíða ég leikföng úr tré og við stígum sporin sem við fengum aldrei að stíga heima. Segjum orðin sem við gátum aldrei lært og sorgin sem frysti hjarta mitt svífur rólega í burtu og allt verður eins og það átt að vera. Thank you.